gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ég standi í eldhúsinu og næri minn innri framsóknarkall yfir potti af saltkjöti og baunum. Nú hefur oft verið sagt að fjölmenning muni koma til með að eyðileggja íslenskar hefðir og það sem íslenskt er. Ég ætla að kanna hvort að það sé einhver hætta á ferð og hvort að dagurinn sé ekki í raun og veru í hábugum hafður víða bæinn. Þá langar mig líka að vita hver af dögunum þremur, bolludegi, sprengidegi og öskudegi, er uppáhaldsdagur landsmanna. Þú kannski byrjar á að segja mig hvað það heitir? Jóhannes Stefánsson. Sæll vertu, Jóhannes. Nú er sprengidagur í dag og það hefur ekki farið fram í þér, reikna ég með. Nei, þetta er einn af okkar hátíðisdögum á árinu, sprengidagur og skatan og þessir hátíðisdagar. Þetta er mikill dagur. Já, þetta er svolítið svona kjarnin í íslenskri menningu, myndi ykkur segja kannski? Já, ég myndi alveg segja það. Þetta á sér fastan sess í samfélaginu að koma í Múlakaffi á sprengidag og kaupa saltkjöt. Hérna kemur fólk á öllum aldri, ungir og gamlir, konur og kallar. Þannig að þetta er gríðarleg stemming. Manstu eftir einhverju, er eitthvað svona saga í kringum sprengidaginn sem að þér þykir sérstaklega vænt Nei, ég myndi nú ekki segja að það væri neitt sérstakt. Þetta er náttúrulega bara þessi dagur hann er svolítið mikil hefð hjá manni í þessu. Maður er búin að vera að standa í þorramannum í 6 vikur og við klárum alltaf svona eiginlega, við lokum eiginlega þorrahátíðin okkar með þessum sprengidagi sem kemur alltaf í kjölfarið á þorranum og þannig að þetta er svolítið hátíð fyrir okkur. Nú er stundum sagt að fjölmenning komi til með að svona kannski skemma íslenska menningu. Það er ekki mikið fyrir því að fara hér? Nei, ég held ekki. Ég held við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því hér. Það er fullt af fólki sem kemur hérna, útlendingar og þeir fíla saltað kjöt og borða mikið af því og þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því, held ég. Eitt af lokum. Hvað er uppáhaldsdagurinn þinn af bolludegi, sprengidegi og öskudegi? Já, það er engin spurning, það er sprengidagurinn. Það er náttúrulega einn af mínum uppáhaldsdögum hérna í salnum í Múlakaffi og skatan á Þorláksmessu. Þetta eru svona aðaldagarnir okkar hér. Takk kærlega fyrir. Já, sömuleiðis, takk fyrir komuna. Takk. Baunasúpa með eins miklu grænmeti og fínheitum eins og þessi. Þannig að þú mátt segja það. Myndirðu segja að þetta væri svona kjarnin í íslenskri matarmenningu? Já. Og ég náttúrulega gerði saltkjöt í 30 ár og seldi kjötmiðstöðinni og Laugavegi 32. Þannig að fleiri 100 tonn af kjöti. Og það seldist alltaf upp. Þannig að ég hef komið með þetta. Og núna er ég að kaupa þetta hérna handa mér. Og það er mjög gott. Myndir þú segja að því að sumir vilja halda því fram að svona fjölmenning, hún geti verið skaðleg fyrir íslenska menningu, en það er kannski ekki mikið fyrir því að fara hér inni. En myndir þú segja að við þurfum að hafa áhyggjur af því allavega þegar kemur að matarhefðum? Já, sko, við erum svo sérstök í matargerðinni. En hitt er að íslenska matargerðin, hún er í bullandi samkeppni við erlenda því hún er alveg blómstrar út allt. Og það ætla ég að segja þér. Og það væri gaman að vera með þér í mat. Já, herðu, þú býð mér næst þegar þú gerir saltkjötu. Og hvað heitirðu? Ég heiti Gunnar. Gunnar, gaman að kynast þér. Takk fyrir þetta. Þú kannski byrjar að segja mig hvað þú heitir. Tómas. Sæll Tómas, heldur þú sprengidaginn hátíðlegan? Ég reyni það alltaf. Og þetta þetta, myndur þú segja, þetta væri svona, hún hefði sérstakann sess í hjartað fyrir þessi hefð? Ekki svoleiðis, en þetta er bara, maður alltaf fengið sér saltkjöt og baunir á þessum degi, það er bara þannig. Já, en hver svona af þessum 3 dögum, bolludegi, sprengidegi og öskudegi, er þinn uppáhalds? Það er nú ekki að spyrja því, það er náttúrulega þessi dagur í dag.
Sprengidagurinn, það er ekki spurning. Hann er svona fyllir mann best, kannski. Og líklegast, heldur betur. En segðu mér, það stundum talað að svona fjölmenning geti verið skaðleg fyrir svona íslenskar hefðir og menningu. Það virðist allavega hér inn á Múlakaffi ekki fara mikið fyrir því. Ertu sammála þessu eða eigum við bara matarhefðirnar okkur svolítið sjálf? Sko, ég held að ég bara var nú að koma hana innan núna og mér sýnist nú að menn á erlendu bergi brotnir alveg háma þetta í sér. Og finnst bara gott held ég. Svo ég hef engar áhyggjur af því. Þakka kærlega fyrir. Og verður það góðu. Bless. Ég byrjar á að segja mig hvað heitir. Kent Lárus Björnsson. Kóttu sæll Kent. Segðu mér, heldur þú alltaf upp á sprengidag? Já. Oft í hádeginu í vinnunni og svona. Þetta er fyrsta skipti ég kem hingað. Mér lakar til. Já, ég heyri að þú ert Íslendingur með reim. Ég er vestur-Íslendingur. Ég er frá Kanada upphaflega. Búinn að búa hérna í 20 ár. Svo. Ég er enda meira heim. Já, og Íslendingar sama hvaðan þeir koma. Þeir eiga svona þessa menningu, íslensku matarmenningu. Ég var alveg upp með saltkjötubeinur í Kanada, í Gimli. Það eru kannski fáir sem að varðveita íslenska menningu betur heldur en vestur-Íslendingar. Já, það er sagt að það vínir þersta og svona ýmislegt. Svona af þessum 3 dögum, bolludegi, sprengidegi og öskudegi, hvað myndir þú segja væri svona þinn uppáhalds? Bolludagur. Sprengidagur er fínt líka, gott að fá saltkjöt og beinur. Bollurnar eru svona, já þær eru sætari. Já. Það þakka kærlega fyrir og verður á góðu. Takk. Kannski byrjar að segja okkur hvað heitir? Ég heiti Júlía. Sæl Júlía, heldur þú upp á sprengidaginn? Nei, ég var að gera mig grein fyrir því að hann verið í dag, bara núna. En svona, ef þú hefðir vitað það fyrirfram, heldur að þú hefði kannski fengið þér smá saltkjöt? Nei, ég er ekki mikið í því. Ekki mikið í kjöti, ég er vegan, þannig að. Er eitthvað svona sem að vegan fólk hefur í staðinn fyrir saltkjöt? Sko, ekki svo ég viti, en það væri gaman. Kannski eru veganistir með eitthvað á blogginu sínu. Ég hef bara ekki skoðað það. Stundum er sagt að svona fjölmenning eigi eftir að eyðileggja eða sé búin og byrjuð að eyðileggja svona íslenskar hefðir og menningu. Myndirðu segja að okkur stæði bráða hætta af fjölmenningu þegar það kemur að sprengideginum? Nei, ég get ekki sagt að ég sé mjög sammála því að hafa áhyggjur á því. Eiginlega bara alls ekki. En myndirðu segja, ríða, drepa, giftast, bolludagur, sprengidagur og öskudagur? Giftast bolludeginum, ríða öskudeginum, drepa sprengidaginn. Flott, takk fyrir. Byrjar að segja mig hvað heitir? Ég heiti Jóhanna. Sælverti Jóhanna, heldur þú upp á sprengidaginn? Ég bý erlendis, þannig ég hef ekki gert það í mörg ár, en ég er að fara í sprengidagsboð til bróður míns. Óttast þú að fjölmenning komi til með að hirða af okkur svona þessar hefðir sem við eigum? Nei, ég held bara að hún muni bæta í og gera eitthvað fallegt. Og ég var að spyrja að lokum, ríða, drepa, giftast, bolludagur, sprengidagur, öskudagur? Ég myndi giftast öskudegi, ríða bolludegi og drepa sprengidag. Takk alveg fyrir þetta. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is